children longing for home. One day when the kingdom comes right here where we stand, we will see the promised land. One day there'll be no more lives taken too soon. One day there'll be no more need for a hospital. One day every tear. Jæja, við sæl og blessuð, velkomin á samkomu. Amen, þarna, þessi, við líka vel við þessi. Halleluja. Við erum ennþá bara að gera okkur til hérna, þið róðu ykkur bara niður, takið í bæn og svona, komið ykkur fyrir að fólk á leiðin inn og svona, og sjá hérna. Sem ákvaða að koma og gefa tíma sinn. Verja tíma með þér, Drottinn. Það að besta sem við getum gert við tíman okkar. Það hvergi annar staðar sem við viljum vera. Það hvergi annar staðar sem eins gott að vera. Við bara biðjum að blessa okkur öll hérna inni. Heldu yfir okkur þakklætinu. Opnaðu augun okkar fyrir því sem að við viljum kannski ekki horfast í augu við, eða þorum því ekki og geða okkur kjarkinn til þess að rísa upp og mæta því sem við erum hrædd við. Og til því að hvað þurfum við að óttast ef við erum með þig? Heilagi Faðir, fyrir alla. Þetta í boði fyrir alla nefnilega. Fyrir 3 árum síðan trúði ég ekki á Guð. Ég trúði sjálf á mig sem endaði með því að ég dónaðist því. Þegar ég fór að trúa á Guð þá breytist allt í lífinu mínu. Og það getur breyst líka í þínu lífi. Ef þú ert einmana, ef þú ert hræddur, þá
veist ekki hvað það gera, þá eru svörin að finna hjá heila í Jesú Krist. Og þetta lag sem við ætlum að spila, þetta bara kjarnar þetta allt saman. Textinn fjallar bara algjörlega að ef við gefum okkur Jesú, þá breytist allt í lífuna okkar. Everything changed. It's getting harder to recognize the person I was before I encountered Christ. I don't walk like I used to, and I don't talk like I used to. I've been washed from the inside. I've been washed from the inside. I don't walk like I used to, and I don't talk like I used to. I've been washed from the inside. I've been washed from the inside. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. The blood could have only been the blood. I cannot explain. There's nothing more real than this. In the presence of God, oh, what my heart experienced when my shame hit the wayside, yeah, when my sin met the Most High. Oh, I've been washed from the inside. I've been washed from the inside. Hallelujah, hallelujah. No, it was the blood, could have only been the blood. Striving for acceptance, let me tell you, it's only by the blood. Does anybody want to be worthy, forgiven, justified, really living? Let me tell you, it's only by the blood. It's never been about performance, perfection, or striving for acceptance. Let me tell you, it's only by the blood. It's never been about deserving or earning. It's the gift that's freely given. Let me tell you, it's only by the blood. It's never been about performance, perfection, striving for acceptance. Let me tell you, it's only by the blood. It's never been about deserving or earning. It's a gift that's freely given. Let me tell you, it's only by the blood.
Það frásaga í Biblíunni sem ég ætla aðeins að setja í smá nútímabúning. Það var svona samkomu og það var maður sem satt út svona öðrum megin í salnum og hann fór að gefa í samskotin og hann gaf alveg 50 skall og svo var önnur manneskja hinum megin í salnum sem gaf 500 kall og sagan er hans öðruvísi í Biblíunni og þá var spurningin hver gaf meira og þá er eiginlega svona þessi samlíking það að þessi sem gaf 50 skallinn hann var með einhverjar 3 milljónir á mánuði í laun og þessi 50 skall var nú ekkert mikill peningur fyrir hann en manneskjan sem gaf 500 kall átti afgangs hver mánaðamót 50 skall og þessi 500 kall hann var hlutfallslega miklu stærri heldur en þessi 50 skall sem að þessi ríki gaf. Þannig að mér var hugsað til þess að það er líka það sem ég hef, gef ég þér. Það er líka svona frasi í Biblíunni, en það er þetta að það sem við höfum, maður getur kannski lítið á þá gjöf sem að maður finnst maður hafa eða hæfileikarnir sem við höfum. Maður kannski lítur svona bara, þetta ekki neitt. Hvað get ég gert hérna á samkomunni? Hvað get ég hjálpað til með? Og eins og ég hef heyrt allt og oft. Ég get kannski komið að hella upp á kaffi eða eitthvað. En það er bara, við erum rosalega, hver er ekki þakklátt fyrir kaffi? Er ekki þakklátt fyrir að fá heitt kaffi þegar komið? Eða einhver tekur á móti ykkur þegar þeir eru að koma? Ég er með þakklátt fyrir Gulla sem að sést aldrei því hann er alltaf inn í herbergi að taka vídeó og senda út og alla hæfileikana sem eru hérna á sviðinu og fólk sem að gefa sér tíma til að koma og kenna okkur og predika en hver gjöf skiptir máli hver einasti einstaklingur skiptir máli og hvað þú kemur með þannig það er ekki Guð sýna okkur með svona ein hliðin af þessari sögu það sem hún kemur, það sem hún hefur og gefur mér, það er dýrmætt og það skiptir máli. Og sjá hana Margréti sem að mála og Margrét, þú örugglega spurt, hvað hef ég til að gefa? Ég get ekki sungið og spila á hljóðfæri en hún er listakona. Þannig hún hefur gert þetta áður og Óli pikkaði í hana og ég fekk leið til að segja frá henni að þetta hún er í lofgjörð til Guðs. Hún er jafn mikilvæg af lofgjörðarhópnum hérna, hljóðfæralekarnir sem að spila svo undursamlega á hljóðfæri. Hún er listakona og það kann hún og það er röddin hennar, það er 500 kallinn hennar, eða 50 kallinn eða milljónar hennar þetta sem að lofgjörðin og fórnin sem hún gefur til Guðs. Og það er líka þegar þið eru í lofgjörðinni að það er söngur ykkar. Ég er mjög fölsk og það á ekki að heyrast í mér en það er samt minn einlaga lofgjörð til Guðs. Og þá hæfileika og gjöf sem þið hafið, lítið ekki smáum augum á það. Jónas er besti antíksali á Íslandi en það var ekki þannig að hann var 5 ára hann bara labbaði einhverju antíkmöblu og sagði þessi er komið frá 1800 hann er búinn að þjálfa sig og læra og stúdera antík þess vegna er hann besti antíksali á Íslandi við erum með frábæra hljóðfæraleikara og söngvara sem er búinn að eyða mörg 100 klukkutímum að æfa sig og lesa músík og fræða sig og það er svo dásamlegt við eitt af því sem er svo dásamlegt við Guð að hann gleðst yfir því þegar við komum alveg svo við gleðjumst yfir börnunum og barnabörnunum okkar þegar þau koma með einhverja teiknaða mynd sem að maður skilur ekkert upp og maður veit ekki eins og hvernig maður á snúinni en maður setur hann á ískapin út af því að þetta er gjöf í kærleika frá barninu sem við elskum og það er allt fallið sem barnabörnin og börnin okkar koma með. Ekki satt Elisabeth? Það er marga myndir frá henni Elisabethi og ískapnum heima hjá henni. Og það er eins með því Björningi, gjöfin sem Guð hefur gefið þér og ég hugsaði þegar ég heyrði fyrst Björninga tala, eða svona, og hef heyrt hann oft tala,
Og ef maður gæti bara predika eins og hann, tekið svo margt flókið og gert það einfalt. Og maður hlustar á hann predika og maður heldur bara, það er ekkert mál að predika. Svo fer maður bara svið og þetta er bara óboðslega erfitt. En hann lætur þetta líti út eins og þetta sé ekkert mál. Finnir lætur þetta líti út eins og þetta sé ekkert mál. En það er mörg 100 klukkutímar af þjálfun og stúdering á bakvið. Og þetta er gjöfin sem við erum að koma með. Það er það sem við kunnum og gefur okkur líka gleði þegar við gefum hana. Og Margrét sagði mér til við með á hann, það gleður hana að fá, þetta er svona lofgjörða gleði, að fá að gera eitthvað sem maður kann og hefur ánægju að gera. Hver er þín gjöf? Hver er þinn hæfileiki? Hvað er það sem þú lofa Guð með? Amen. Við ætlum að taka samskot og það er pósi aftast og það eru baukar og svo ætlum við að fá að heyra Björn Inga tala til okkar á eftir og við ætlum að halda áfram að lofa Guð. Takk Jesús, ég þakka þér Drottinn fyrir þá sem hafa komið með bænarefni og sem að ströggla og takast á við bæði veikindi og áskoranir og fíkn. Og ég biði Drottinn þar sem þau eru í dag og þau sem eru að horfa og þau eru búin að láta okkur vita að ég biði Drottinn að bara megir taka utan þau þar sem þau eru núna í sófanum og eru að hlusta og eru að vænta þess að þau heyri svar og útskýring á ykkur sem þau eru að takast á við. Takk heilagi Andi. Ég lofa þér Drottinn og leggjum þessa stund í þínar hendur. Amen. love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Love you, Lord, though your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I have able, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire, the darkest nights, you
are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived, oh, in the goodness of God. All my life you have been faithful. Lift up röddum ykkar. Come on. All my life you have been so good. Every breath that I have made, Lord, I will sing of the goodness of God. Yes, it is. Your goodness is running after, it's running after me. Hann kemur á eftir okkur, come on. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Oh Lord, your goodness is running after, it's running after me. Oh Lord, your goodness is running after, it's running after me. Oh Lord, with my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Oh Lord, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Of the goodness of God, I will sing forever. I will sing of the goodness. Oh, golden theme. Oh. Lofa Jesú, ég lofa Guð, fyllist af anda heilagsanda Guðs. Ég lofa Jesú, ég lofa Guð, fyllist af anda heilagsanda Guðs. Ég lofa Jesú, ég lofa Guð, fyllist af anda heilagsanda Guðs. Syngið við. Ég lofa Jesú, ég lofa Guð, fyllist af anda heilagsanda Guðs.
gott að vera í nærveru. Fyrir gjöfuna að vera til. Og með hver einasti maður sem er hérna inni finna leiðina til þín. Þú ert Guð, þér einum ber, allt mitt líf því færi þér, söngur sem að mikla verkin þín. Útrétt hönd og hjarta mitt, gerðu Guð það sem þú vilt, þín nærvera er mesta gleði mín. Sleppið því sem hindrar mig, þér og Guð er helgun lókjör mín. Ég brenna við af ástríðu til þín. Sendur Helgur andir, sendur Helgur
Svo fegur sem þú gafst mér sem minn vinur er svo líkur því sem ég hef séð. Ég vil aldrei hætta að undrast návist þína. Ég vil alltaf hrífast af því hver þú ert. Svo fegur sem þú gafst mér sem minn vinur svo líkur því sem ég hef séð. Allt svo fegur sem þú gafst mér sem minn vinur er svo lík öllu því sem ég hef séð. Ég vil aldrei hætta að undrast návist þína. Ég vil alltaf hrífast af því hver þú ert. Allt svo fegur sem þú gafst mér sem minn vinur er svo lík öllu því sem ég hef séð. Sendur helgur andi sendur helgur andi ráð þú fer gefa dyr þín komi gefa dyr þín komi sendur helgur andi helgur andi ráð þú fer gefa dyr þín komi gefa dyr þín komi sendur helgur andi sendur helgur andi ráð þú fer gefa dyr þín komi gefa dyr þín komi. Já, heilagi Faðir, gefa dyr þín komi. Megi dyr þín vera yfir lífin okkar alla daga, allan daginn, Jesús. Og megi við hleypa því inn. Megi við hleypa dyr þinni inn þegar hún bankar upp á hjá okkur, Jesús. Takk, Jesús, að þú ert alltaf bara rétt við hliðina á okkur og við einu sem við þurfum að gera er að hleypa þér inn og segja já. Já, ég vil að þú komir og verður inn í hjartanu mínu.
Heilagi Faðir, ég bið að við megum bara alltaf undrast hversu stór, hversu máttur, hversu kröftugur þú ert, Heilagi Faðir. Heilagi Faðir, ég bið að við megum aldrei gleyma hversu undraverður þú ert og hversu stór og máttugur og undraverður. Heilagi Faðir, takk fyrir að við megum vera börnin þín og við tilheyrum þér. Ég vil aldrei hætta að undrast návist þína. Ég vil alltaf hrífast af því hver þú allt svo fegur sem þú gafst mér sem minn vinur, svo lík öllu því sem ég hef séð. Ég vil aldrei hætta að undrast návist þína. Ég vil alltaf hrífast af því hver þú allt svo fegur sem þú gafst mér sem minn vinur, svo lík öllu því sem ég hef séð. Syngjum þetta aftur saman. Ég vil aldrei hætta að undrast návist þína. Ég vil alltaf hrífast af því hver þú allt svo fegur sem þú gafst mér sem minn vinur, svo lík öllu því sem ég hef séð. Ég vil aldrei hætta að undrast návist þína. Ég vil alltaf hrífast af því hver þú allt svo fegur sem þú gafst mér sem minn vinur, svo lík öllu því sem ég hef séð. Helgur andi, sendur Helgur andi, ráð þú færð, gefandir þín komin, gefandir þín komin. Já, já. Takk. Komið þið sæl. Gaman að sjá okkur hérna í kvöld. Það sem Laufey sagði hérna rétt áðan, hvað það skiptir miklu máli að vera gefandi í lífinu. Og ég hef nú sagt eitthvað við þér hérna áður að mestu fjársjóðu veraldar, las ég í einhverju bók, ekki gullið í Afríku eða úraníðum í Úkraínu eða bréfin á Wall Street. Mestu fjársjóður í heimi eru í gröfum víðsvegar um heiminn. Í þessum gröfum þær eru söngvar sem aldrei voru sungnir, faðmlag sem aldrei var gefið, bók sem ekki var skrifun, kærleiki sem ekki var gefinn. Það skiptir svo miklu máli í lífuna að við séum gefandi, við séum ekki með kreftan hefan. Þannig ganga margir í gegnum lífi, en þegar við lærum að treysta Guði og erum gefandi, þá finnum við svo mikið vöxt innra með okkur. Ég gleymi ekki þegar pabbi minn dó, það eru komin örugglega 12-14 ár síðan, og ég var virkilega brotinn. Ég saknaði hans mikið, svo ég var staddur í einhverju búð í bænum. Og það var kona þar sem að ég þekki nú ekki mikið, en svona aðeins, var í fjölskyldu bróður míns, og hún kemur labbandi til mín og tekur utan um mig
mjög svona þéttingsfast og bara vottaði samúð mína og það var eitthvað sem gerðist bara, ég lifnaði einhvern veginn alveg við þarna bara við þetta faðmlag, bara eitt lítið faðmlag. Og ég verið svo vá hvað Guð getur notað þig og mig en bara við erum opin fyrir því. Og Guð er svo upptekinn líka bara þennu smáa í lífu okkar. Og ég var að minnast þess að fyrir svona 5 árum síðan þá fékk ég vörtu hérna framan á puttan. Og hún átti ekki að vera þetta, hún átti ekki heima á mínu líka með þessi varta. Og ég sagði bara, Jesú nafni burt með þessa vörtu, svo horfði ég daginn eftir og hún var ennþá þarna. Og ég gafst ekki upp, ég ætla bara að tala á móti þessari vörtu, hún á ekki heima á mínu líka með, þetta aðskotahlutur, maður far sigg við að vinna og takast á, en þetta eitthvað sem á ekki að vera þarna. Og ég bað fyrir þessu og mundi eftir þessu daglega og svo liður 2,5–3 vikur og ég vaknaði einn morguninn og hún er bara farin og ég var alveg bara takk Guð, takk Guð, takk Guð, bara alveg yndislegt. Einhverjum 7 árum áður hafði ég líka fengið vörtu, ég er nú ekki vanur að fá vörtur, en það tók 3 ár að losa mig við hana. Stundum svara Guð svona og stundum er ákveðin bið. En Jesús kom til að gefa okkur líf og líf í nægtum og ég var bara að hugsa það heima að hann yfirgaf tignina á himnum og gerðist mönnum líkur. Og Jesús er Guð sjálfur. Ég fór einhvern veginn að ímynda mér hvernig þetta gat gerst. Sjálfur Guð rennir niður, fer úr Guðdómi sínum á himnum og kemur hingað niður á jörðin og gerist maður. Vá! Og hann er að ganga hjá Galileuvatni og það er maður sem er svona 26, 7, 8 ára gamall, heiti Pétur. Og hann hefur lifibrauð sitt á að veiða. Og hann hefur Galileuvatn sem er 2 sinnum stærri heldur en Þingvallavatn. Og Jesús gengur framhjá og segir við hann, fylg þú mér. Og Pétur bara yfirgefur netun og bátun og byrjar að ganga á eftir þessum manni. Hver er þessi maður eiginlega? Þá sem yfirgaf Guðdónum hefur alltaf verið skapað himinn og jörð, í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var hold og þá bjóa meðal okkar. Og hann kom meðal annars til að sigra dauðan. Pabbi sagði við mig, pabbi heitinn, það er 100% dánatinn í dag, veistu það ekki? Og ég alveg, já, tók mig smá tíma að kynkja þessu, það deyja allir. Við erum öll á leiðin eitthvað. Og þegar við deyjum, þá er það sama sem gerist. Þá er rennt niður, þá stígum út úr þessum jarneska líkama, hann er skilinn eftir og við förum í ferðalag með Jesú. Það er að segja við þekkjum hann. Og við höfum eftir eigna dýrðar líkama sem er alveg stórkostlegt. Dýrðar líkama sem að getur neytt matar, getur verið á mörgum stöðum, flogið á milli alls konar hluta og þetta býður okkar. En dagurinn í dag skiptir miklu máli eins og fyrir Pétur að það var ótrúlegt kraftaverk sem gerist í lífi Péturs. Hann var bara svona breyskur maður eins og ég og þú. Hann var bara við sín daglegu störf og allt í einu fekk hann að heyra, fylg þú mér. Og Jesús sagði þetta við fleiri, fylg þú mér. Hann sagði þetta við mig þegar ég var 17 ára gamall, þá sagði hann fylg þú mér. Og kannski aðeins öðruvísi máta. Og ég upplifði Jesú og fór að ganga með honum. Og í 50 ár er ég búinn að ganga með Jesú og upplifa alveg ótrúlega hluti. Ég hef átt mína hæðir og ég hef átt mína lægðir, alveg eins og Pétur, og ég ætla aðeins að fjalla dálítið Pétur. En ég man eftir einu augnabliki þegar ég var heim í stofu og ég er búinn að ganga í mjög erfiðan tíma og bara svona niðurbrotin dálítið. Og ég sat í sófanum, var að tala við Guð og hann alveg þekki hjarta mitt. Ég þarf ekki endilega að útlista það fyrir honum því að hann þekki betur hjarta mitt heldur ég sjálfur. Ég get sagt konunni minni frá því ég er með tannpínu. Hún getur ekki upplifa verkin, ég er að upplifa hann. Hún getur fundið til með mér og staðið með mér, en Guð veit nákvæmlega hvernig mér líður. Hann finnur til með mér, hann veit nákvæmlega hvernig mitt taugakerfi er og hann þekkir mig og hann eitt getur gripið inn í mitt lífi svo engin annar. Sjáðu til að þegar við erum ein með Guði, þá getum við sagt hluti við segjum engum öðrum. Við getum ekki falið neitt frá honum. Ég get leikið einhvern mann eða virst vera betri eða vera flottur út á við eða hvað það er, en innst inni er einstaklingur sem að Guð þekki betur heldur en ég sjálfur.
Og Guð hefur tilgang með þennan einstakling, alveg svo með Pétur, þá hefur hann tilgang með þennan einstakling og hann hefur tilgang með þitt líf. Og þarna á þessu augnablikin í stofu, þá var ég mjög hryggur. Það var svona atburður búin að gerast í mínu lífi sem að olli mér vonbrigðum og ég sjálfur olli mér vonbrigðum. Og mitt í þessu augnabliki þá finn ég bara allt í einu, það er einhver á bak við mig. Og ég finn bara það lögð hönd á vinstri öxlina. Bara kom svona einhver svona yndisleg vellíðan inn í líf mitt. Ég þorði ekki að líta við, en ég vissi að þetta var hann. Á áþreifanlegan hátt að snerta við mér og leyfa mér að finna það að hann stendur með mér í öllum kringumstæðum. Það er ekki alltaf svona sem ég hef fundið einhverja hönd eða eitthvað yfirnáttúrulegt, en Guð er alltaf með okkur. Og Pétur, þessi yndislega persóna, hann hefur verið fjölskyldumaður á þessum tíma. Hann var elstur af apostólunum þegar hann var kallaður inn í þjónustuna með Jesú, eins og ég sagði, tæplega 30 kannski, og Pétur deyr 63, 4, 5 ára gamall. Og þá var hann krossfestur öfugur á krossi. Hann vildi ekki deyja, taldi sig ekki verðugan að deyja með sama hættu og Kristur. En Kristur kom til að sigra dauðan og það fekk Pétur að upplifa. Og ef við göngum aðeins í gegnum lífið með Pétri, þá er á einu augnabliki, þá er Pétur greinilega búin að lenda í einhverju svona konflikti við einhverju einstaklinga. Og hann kemur til Jesú og segir við hann, Jesús, hversu ofta á ég að fyrirgefa bróður mínum? Og við göngum öll í gegnum lífið og það verða árekstrar. Það verður stundum verið árekstrar. Bara núna rétt þegar ég var að keyra upp í Kríunes, hótel Kríunes, þá var bíll á undan mér, þetta var langur afleggjari þarna og hann keyrði svo hægt að það var alveg ótrúlegt og ég var svona frekar að flýta mér og ég kunni ekki við að fara fram úr honum og ég bara, hvað er hann að hugsa? Hann stoppaði, svo kom einhver lítil hola, búið mjög hægt í hana og ég var alveg svona orðindóldi svona smápirraður, svo keyrði hann í hlaðið í Kríunesi og ég sem þetta er einhver gamall kalli eða eitthvað, kom einhverja svona hugsanir og svo lagði hann mjög rólega og ætlaði aldrei að leggja. Svo kom hann út úr bílnum, ég fór hann á skrifstofu og fylgdi svona með, ég með myndavél, þannig ég get fylgst með á bílaplaninu, kemur gamall maður út, opnar hurðina, konan þurfti að vera í hjólastól og þau voru að koma að borða upp í Kríunes þegar þau áttu 90 ára afmæli. Og ég var hérna alveg pirraður, þú veist, ekki kannski mjög pirraður en ég leti þetta alveg hafa áhrif á mig. En þú veist, við skiljum ekki oft hvað er að gerast í kringum okkur, en við látum hlutun oft pirra okkur. Og þarna á þessu augnabliki í Mattheusarguðspjalli, þá kemur Pétur til Jesú og segir hann, hversu oft á ég að fyrirgefa? Það er greinilega búið að vera að ganga eitthvað á í hans lífi, ég veit ekki hvort það var tengdamammas eða einhver lærisveitnin eða eitthvað, ég meina hann fór frá fjölskyldu sinni í einhvern ákveðin tíma, var að fylgja Jesú og kannski voru einhver vandamál þar í gangi, maður veit ekki, hversu oft? Og Jesú sagði við hann, áður en Jesú fær að svara, þá leggur Pétur til ákveðina lausn í málinu, bara 7 sinnum, eða ekki nú? En Jesú segir við hann, nei, 70 sinnum 7. Við höfum ávallt og alltaf verið tilbúin að fyrirgefa, segir Jesú. Og hann segir þetta með okkar velferð í huga. Við erum ekki að réttlæta þess brotlega gagnvart okkur á nokkurn hátt, en við erum að fría okkur frá því að fara með hugan inn í eitthvað ástand og í einhverja vegferð sem oftar að skemma ákveðna þætti í lífu okkar og tefja þá göngu sem að Guð hefur fyrir okkur. Veist, það er svo yndislegt að vita það að Guð horfir á smáatriðin í lífu okkar, hann með hvað eru mörg hár á höfuð okkar, segir ritningin. En þarna þegar Pétur lendir í þessu, þá fær hann þetta svar frá Jesú. Ávallt og alltaf vera tilbúin að fyrirgefa. Þannig að þegar ég sagði í upphafi, við göngum í gegnum lífið með opinn faðminn, ekki með kreftan hefana. Og það er kannski, við fáum kannski högg á hægri kinn, eða við lendum í einhverjum árekstri við einhvern, en við göngum í lífinu þannig að við erum ávallt tilbúin að fyrirgefa. Og stundum er mjög erfitt að fyrirgefa sjálfum sér. Og við erum misjöfn í hegðun, sumir eru tilbaka og aðrir eru mjög framleitnir og Pétur var svona frekar í þeim gírnum að vera alltaf dálítið svona fljótur að gera hlutina. Og í eitt skipti, þið þekkjum nú söguna þegar þeir eru í bátnum. Og Jesús kemur gangandi á vatninu og Pétur þegar hann sér þetta er Jesús og hann kemur nær bátnum, þá spyr hann, má ég koma út af vatnið? Og Jesús bara gjörði svo vel. Hann er búin að hasta á vindin og hasta á vatnið. En samt greinilega einhver svona smá öldugangur í gangi og Pétur byrjar að
labba á vatni og ég bara, byrja að labba á vatninu. Og einhver sagði við mig að það ætti eiginlega að vera bara skildu dæmi við Tjörnin í Reykjavík þegar prestarnir útskrifast á guðfræðideildin að prófa hvað trúþín góður minn. 5 ára nám, ná að sjá. En Pétur fekk að upplifa bara það að ganga á vatninu og það lítur að hafa verið stórkostleg upplifun, horfir á Jesú og svo segir Biblían að hann fer að horfa á kringumstæðurnar, eða vatnið og öldurnar og þá fer hann að síga svona hægt og rólega. Kraftaverkin ótrúlega, Jesús tekur í hönd hans og tekur hann upp og þegar þeir kom í bátinn þá áminnar hann ekki lærisveina sína, heldur segir þér lítil trúaðir. Og Jesús ekki þeim gírnum eða heilagur andi alltaf að áminna okkur. Hann er í hinu liðinu, hann er alltaf upp á okkur. Við gerum mistök, þá fáum við jafnvel að heyra, þú lítil trúaður. Treystu mér, lærðu að treysta mér. Guð er ekki hérna til að skamma okkur. Hann er til að upp á okkur. Auðvitað gerum við mistök og hann leiðréttir okkur á svo yndislegan og fallegan máta. Því hann vill okkur svo vel. Hann veit hvernig sál okkar er. Það er mjög auðvelt að særa og slá. Ég heyrði einhvern tímann sögu eða sanna sögu. Þá kom einna predikari frá Nýja-Sjálandi og ég var tiltölulega nýkominn til trúar og hann heit Ken Wright. Hann var byggingaverkfræðingur ef ég man rétt og mjög svona afalegur í mínum augum á þessum tíma. Og hann bað fyrir mér og minni konu og kom svo með þekkingar og hann sagði mér nákvæmlega okkur hvað var að gerast á dögunum og undan. Bara við vorum með ákveðu svona máli í gangi ég og kona mín og vorum að tala það og skipuleggja og annað og við bara eins og hann vissi þetta og Guður að segja okkur hluti og hann var með svona þekkingarorð og uppörfaði mig og blessaði alveg stórkostlega okkur hjónin og hann sagði okkur sögu að hann var kallaður á sjúkrahús og þar var kona sem var bara hreinlega að deyja. Læknarnir vissi ekki hvað var að henni, hún var hægt og rólega búin að vera að lamast og þetta var kona í kringum 40 eitthvað svoleiðis og það bara fókiði öll skjól og konan ákvað að kalla, eða mamma hennar ákvað að kalla þennan predikara til að biðja fyrir henni. Það beið henni ekkert nema dauðinn. Og hann kemur hann á staðinn og hann sér einhverja sýn og spyr mömmuna og hana líka hvort þau muni eftir einhverju atviki sem hugsanlega geta hafa orsakað eða verið einhver svona upphafað þessu ástandi sem hún er í. Og hann sá fyrir sér litla stúlku, 12-14 ára gamla, sem var með barnavagn á undan sér, eða svona kerru. Og hún er fyrir framan hús, en það er svona einhver hæð frá húsinu, og hún missir óvart vagnin frá sér. Og hleypur á eftir vagninum, og vagnin fer á undan henni, og hittir svona götustein, eða götukant, og rúllast yfir, og það er svona einhver umferðargata þarna, en ekkert slys varð, og mamman sér hvað gerist í gegnum gluggan, og vinkona hennar var í heimsókn og hún átti þetta litla barn. Og þær horfa þetta að gerast og hlaupa af stað og koma að krakkanum þarna niður og það er allt í lagi með litla barnið, það er tekið upp, en móðurinn skammaði dóttur sína óþægilega mikið á þessu augnabliki. Þarna þurfti faðm, þetta er allt í lagi góða mín, en þarna var hún skömmuð. Það gerðist eitthvað í hjarta þessara ungu stúlku, telpu. Hún gat aldrei litið móður sína sömu augum eftir þetta. 16 ára gömul var hún komin í sitt eigið ferðalag, fluttað heimann, komin í svona erfitt ástand og fjarlæðist alltaf móður sína meir og meir og svo einhverjum tímapunkti byrjar hann að veikjast. Og hún mundi ekkert eftir þessum atburði, mamman mundi hins vegar mjög vel eftir þessu. Og þarna var svona gert upp sárið á milli þessara mæðgna og fyrirgefningin kom inn í myndina og það liði bara nokkri dagar þangað til að hún fór að sýna bata, meir og meiri bata eftir að fyrirgefningin kom inn í lífið. Það var ekki að halda í þrjóskuna, halda í það sem að veldur manni pínu og sársauka og þetta geta verið smáatriði sem að vinda síðan upp á sig. Einhvern tíma var ég með stutta ræðu á elliheimilinu DAS og við vorum þarna með svona söng fyrir gamla fólkið og töluðum smávegis við fólkið og svo eftir þá tók ég eftir mannið meðan ég var að tala og hann var mjög svona hertur í framann. Sat einn og ég var alveg ákveðinn því ég ætla að tala við þennan mann. Ég settist niður hjá honum og við fórum að tala svona saman og þá kemur í ljós að hann hafði verið ósáttur við bróður sinn, hann held í bóndi
og er hægt að tala saman og það voru liðin 20 að 30 ár. Það bara aldrei talað við hann eftir þetta og ég spurði bara hvað gerðist og þá mundi hann það ekki nákvæmlega. Það var bara eitthvað sem gerðist þarna og svo leið tíminn, það var ekki greinilega ekki mjög stór hlutur en þetta hafði djúpstæð áhrif á þennan mann. Það var búið svona markaði svona ör í lífið hans og svona harka og ég fór svo, vá, bara svona lítil atriði geta stundum bara snúið allri veröldinni einhvern veginn við í lífu okkar. Og Pétur, hann fekk heldur betur að upplifa það þegar að síðustu dögum Jesú og hann með lærisveina sína hjá sér og hann að segja að mér ber að fara á krossinn og Pétur búinn að vera að segja við hann, nei, það má ekki gerast og Jesús var það ávítan þar. Mér ber að fara á krossinn, ég afklæddist himinsins dýrð, kom hingað niður sem maður til að deyja þínum dauða og bera þína synd. Mér ber að fara á krossinn og hann sagði það berlega við þá og ég mun rísa upp á 3. degi aftur, sigra dauðan. Og Pétur segir þá við hann, ég mun aldrei svíkja þig. Og lærisveinarnir allir fóru að tala í sömu átt, sko. Hvað sem það gerir, ég tilbúin að ganga í dauðan fyrir þig. Og svo þarna kvöldið gerist þessi hryllilegu atburður í lífi Péturs. Jesús segir við hann, áður en halinn ganar, þá myndi hafa svikið með 3 svar. Og nákvæmlega sem gerðist. Pétur framsækinn eins og ég sagði, hann fylgdi Jesú eftir, hinn flúðu dálítið, hann fylgdi Jesú eftir inn í hallargarð æðstapressins, þar sem hann var handtekinn í garðinum og svo fóruðu með hann inn í höll þessa æðstapress og þar var hann yfirherður og Pétur fer inn í garðin og að ylja sig við eldin og það einhver sem hann sér Jesú og þeir að yfirherra hann og einhver sem spyr Pétur, ert þú ekki að læra sér honum? Og hann alveg bara, nei, hrekkur upp úr honum og stundum það þannig að hlutir hrökk upp úr okkur. Og sítrónin rosalega falleg, ein og sér, fallegin í skápnum, svo tekur hann út og þegar þú kristir sítrónuna, þá kemur súr vökvi út. Og það oft þannig líka okkur þegar við erum í pressu eða á þannig stað að það á okkur sótt á einhvern nátt, þá stundum kemur eitthvað upp sem að kannski við ætluðum ekki að segja. Pétur var fylgisveinn Jesú og þráði að vera með honum, en á þessu augnabliki þá rekkur þetta upp úr honum. Og hann alveg bara, hvað gerðist? Og svo einhver annar sem gengur að honum og segir, víst ertu einn af lærisveinum hans. Ég hef örugglega séð þig. Og þá alveg bara, nei. Og hann fyrir eiginlega að sverja fyrir það að hann hafi ekki fylgt þessum manni. Og í 3. sinn gerist það að hann spurður. Og það sama sagan. Og þegar það gerist í 3. sinn, þá gól haninn. Og augu þeirra mætast, var ekki það langt frá, að Jesús horfir á hann og veit nákvæmlega hvað í gangi í lífi Péturs. Hvað heldur að Jesús hafi verið að hugsa? Jæja, var ekki rétt það sem ég sagði? Hann hefur örugglega verið að hugsa, Pétur, ég elska þig, stattu þig, fyrirgefning mín Hann hefur örugglega verið með einhverja góðar hugsanir, en hann örugglega minnt hann á. Og Pétur fór út og hann grét beisklega. Hann búinn að vera með Jesú í 3 ár og á ögur stundu þegar Jesú þarf á honum að halda, þá svíkur hann á þennan hátt með að sverja fyrir það. Og beisklega grét hann fyrir utan og það hlyti að vera mjög erfiði dagar fyrir Pétur það sem eftir var. Og það var aðeins einn lærisveinn sem að fylgdi honum alla leið og það var Jóhannes. Og ég nú talaði það hér áður að Jóhannes var sá lærisveinn að þessum 12 sem að upplifði kærleika Guðs á sérstakan hátt. Og hann segir sjálfan sig, þarna voru staddir Jakob og Pétur og lærisveinn sem að Jesús elskar. Hann var með opinberun það. Og það kemur 5 sinnum fyrir í Jóhannesarguðspjalli þar sem hann skrifa sjálfur og þarna var lærisveinn sem að Jesús elskar. Hann var með sérstaklega opinberun yfir þetta. Hann var sennilega yngstur að þeim, sennilega 18 ára gamall eða eitthvað svoleiðis, verið með honum í 3 ár og hann var sá sem að hallaði höfðu sínu að brjósti Jesú. Þegar Pétur spyr, þegar Jesú var búinn að segja eitthvað mun svíkja mig, þá spyr Pétur, bendir og Jóhannes segir, spurð þú hann? Jóhannes var svo nálægur honum. Og ég vissum að Jóhannes fengi að heyra og upplefa ákveðna hluti þarna sem að hinir lærisveinarnir fengu ekki að skilja. En lærisveinninn sem Jesús elskaði fylgdi honum alla leið upp á krossinn af því hann grundvallaði sig á þeim kærleika að vera elskaður.
stundum er það þannig og ég er búin að upplega það í mínu lífi, það er bara minn kærleikur skiptir máli. Þú veist, ég ætla bara að elska Guð meira og meira og meira. En þegar ég stiga aðeins út úr þessum ramma og hvíli því að ég er elskaður, þá gengur mér betur að elska. Þegar ég veit hvað hann elskar mig. Og Jóhannes hefur fengið að upplifa þetta og þegar hann mætti fólki á leiðinu upp á krossin, þá var hann örugglega fengið að heyra þetta. Ert þú ekki einn af þeim? Jú, ég er einn af þeim. Og þetta er lærisveinninn sem að Jesús gat hort til og sagði, sjá, hér er móðir þín, sem var mamma Jesú, og móðir hér er sonur þín. Og eftir þetta tók Jóhannes móðir Jesú að sér. En það er nú önnur saga. En Pétur fær að upplifa á þessu augnabliki mikla hryggð. Og þegar fréttin berst að því að Jesús er upprisinn og þá segir í Jóhannesar guðspjalli að María kom til lærisveinana og sagði þeim frá því að þeir hafa tekið steininn frá og farið með hann eitthvað. Og þeir tveir hlaupa af stað, Jóhannes og Pétur. Og það segir að lærisveinin sem að Jesús elskaði hljóp fram úr Pétri. Og Pétur hefur auðvitað verið sakbitinn, og ég hef nú sagt það við ykkur hérna áður, að það er ekkert gott að hlaupa þegar út með svona á bakinu, sakbitinn og býtu, er hann upprisinn? Hvað þá? Ég er búin að svíkja hann 3 sinnum. Og býtu, er þetta rétt? Hann sagðist alltaf að rísa upp. Er hann hugsanlega risin upp? Svo koma þær að gröfinni og Pétur fer strax inn í gröfina og fer að horfa. Jóhannes kom á undan, hann bara leit inn í gröfina, steig svo tilbaka og þegar Pétur kemur út þá fyrir Jóhannes inn. Og þegar Jóhannes, hann segir í orðinu, Jóhannes sá og trúði. Og ég fór að velta þessu fyrir mér og þetta, hann sá að höfudúkurinn sem var yfir andliti Jesú, hann var brotinn saman. Og það er hefðmeðal gyðinga þegar þú ferð í heimsókn til vina og þá tekurðu serjettun eða klútin, matarklútin, þú brýtur hann saman og setur hann í eitt hotnið sem er merkjum það, ég kem aftur í heimsókn. Jesús, ég kem aftur. Og Pétur áttaði sig ekki að þessu, en lærisveinninn sem að Jesús elskaði, hann sá og trúði. Hann var svo fyrsti sem sá og trúði. En við þekkjum söguna og Páll postuli segir frá því í Kórinthubréfinu að á einum tímapunkti þá segir hann, Jesús vitjaði svo margra. Hann vitjaði lærisveinana, hann vitjaði 500 manns í einu, hann vitjaði Péturs einslega og svo síðast af öllum birtist hann mér. Og Páll postuli var stórkostlegur foringi. En hann birtist Pétri og það er greinilegt að eftir að Jesús er upprisinn, þá mætir hann þeim sem að sveik sig 3 og læknar sárin í lífi Péturs. Og þannig er Guð í dag. Það er alveg sama hvað við höfum gengið í gegnum, hvar við erum stödd í lífinu, lækning Guðs getur alltaf náð inn í dimmstu hólur í lífu okkar. Það er alveg sama hvað það er og hann getur alltaf snúið við blaðinu. Þannig að það er okkur í hag. Guð stendur með okkur í dag, hann er með okkur í liði, hann er ekki á móti okkur. Við erum stundum á móti honum eða förum í ranga átt, en hann hefur lag á því, ok, viltu fara þessa leið? Og það er dálítið löng leið, alls konar vesen og erfiðleikar og dimmir dalir og svo loksins komist við á réttara leið. Stundum er betra að fara fljótar en á þessa réttu leið, við lendum oft á veggnum eins og Pétur gerir þarna, en Jesús mætti honum einslega og þannig vill hann mæta okkur einslega. Og ég var svona myndur á það, þegar Jesús hafði gert stórkostleg kraftaverk öðrum megin við Galileuvatnið, svo faraður á bátnum hinum megin til Kapernaum. Og þegar hann kemur í land í Kapernaum, þá er bara þvílíkur fjöldi fólk sem er að mæta honum. Það var fressandi að hann var að koma í land. Hann hafði farið frá þessum stað yfir og komið aftur tilbaka. Og ég er að tala um þúsundir, bara þúsundir sem að mæta honum. Og hann mettaði þúsundir og þarna voru þúsundir mætti, bara kraftaverk, við vildum mæta mér, þvílíkar væntingar og vonir. Og það er einhver musturishöfðingi sem að kemur til, eða samkundu stjóri sem kemur til og segir, meistari, dóttir mín er að deyja, getur þú komið og lagt hönd á hann og læknað hana? Og Jesús segir já. Og hann leggur á stað og það er rosalega mikil þröng og lærisveinar þetta fylgja honum og eru með honum. Svo allt í einu stoppar Jesú. Það eru þúsundir af fylgjónum, svo allt í einu stoppar hann og segir, býtu, hver snart mig? Og lærisveinar er alveg, býtu, þú veist, það er allir að rekast í alla, og þetta fara á tónleika og það eru þúsundum manns að fara inn, þá eru menn með olnbogana og menn rekast í hvern annan og þeir eru svona alltaf gáttaður á þessu
og Jesús segir, það snart með einhver, hann veit nákvæmlega hvað er í gangi. Og svo kemur kona til hans, það var ég. Og hún hafði hugsað með sér, hún var sem einhverja konu veiki, blóðlát, búin að vera veik í 18 ár, ef ég man það rétt. Og hún hugsaði með sér, ef ég aðeins fæ að snerta klæðafald hans, þá er ég heil. Og hún fór með þessa litlu trú inn í malmþröngina og reyndi að komast að Jesú, einhverstaðar á milli mannanna er hún að snerta í klæðafaldin. Og hún verður algjörlega heil. Og svo kemur hún titrandi og fellur á kné og segir, það var ég. Og Jesús segir, trú þín hefur gjört þig heila. Og þarna fór ég að hugsa, það eru þúsundir sem fylgja Jesú, hann stoppar til að mæta einni konu, stoppar gönguna til að mæta þessari konu sem þarna er. Og þannig er það með Jesú að hann stoppar sína vegferð til að mæta þér. Hvar sem þú ert í lífinu, þá stoppar hann. Það er svo heiminn bara stoppi, ég ætla að mæta honum, ég ætla að mæta henni. Því að þú ert barnið mitt, þú ert í fjölskyldunni og ég þrái að sjá þig blómstra, ég þrái að sjá þig vaksa, ná árangur í lífinu, verða einstaklingur sem að blessar aðra og fara að njóta þeirra gjafa sem að Guð hefur á himnum. Þannig að Guð er í svona eltingaleik og eftir okkur, þú veist, hann fer aldrei frá okkur. Við getum farið frá honum, hann fer aldrei frá okkur. Hann eltur okkur upp og hann gefst aldrei upp. Þú veist, ég get gefist upp. Ég á vini sem ég hef gefist upp á. Að einhverju gefist upp á mér. Við erum á fullkomin. En Jesús gefst aldrei upp. Vá, eiga slíkan vin sem aldrei gefst upp. Og Pétur fékk að upplifa það. Þú veist, þegar Jesús er upprisin, hann er búin að birtast meir 500 manns, ég veit ekki á þessum tíma akkurat, en þeir eru að veiða og Jesús kallar á þá og segir, kastiði netinu hinum megin. Og Jóhannes, lærisveinninn sem að Jesús elskar, vissi nákvæmlega hver var að kalla. Og hann segir við Pétur, þetta er Jesú. Og þá fer Pétur í, hann var greinilega að bera ofan eða eitthvað, fer í föt og stingur sér í sjóin eða vatnið og syndir í land. Þarna er ekki sakbitinn maður á ferðinni. Þarna er einhver á ferðinni sem er búin að fá lækningu og sigur og búin að fá að upplifa kærleika og væntumþykju Guðs, þráttur öll þessi mistök og svik sem hann var búin að upplifa. Og hann syndir fyrstur í land og mætir Jesú og þeir borða saman. Og Jesús segir við hann, Pétur, fylg þú mér. Og þá segir Pétur við hann, en hvað með þennan? Lærisveininn sem Jesús elskar, hann var ennþá að fylgja Jesú. Það þurfti svona aðeins að segja Pétri, fylg þú mér. Lærisveininn sem Jesús elskaði var þegar að fylgja, þurfti ekki að tala við hann. En Pétur átti eftir að verða mikill foringi og hvítasunnudagur 3000 mann sem eignast trúna. Og hann var skörungur í Guðs ríkinu, Pétur. Hann átti eftir að gera mistök eftir þetta og eftir að lenda í Páli postula, en þetta var skörungur í Guðs ríki sem sá ótrúlega hluti gerast. Og í dag er Guð að vinna alla í veröld, allan heiminn. Það styttist í komu hans. Alveg sem hann kom og allir spádómarnir rættust, hann er konungur konungana, hann er með allt undir stjórn í dag. Þó við sjáum óeirðir, styrjaldir, efnahagsástand, mismunun, alls konar óréttlæti í gangi, þá er hann konungur konungana með allt undir stjórn. Og einn daginn kemur hann, og ég trúi því að það sé fljótt, að munu koma skjótt. Og þá munum við mæta konungi konungana. En þanga til, þá er gangan okkar með honum. Og gangan með honum á að vera ljúf, hún á ekki að vera streð. Og ég er búin að lenda oft í því í minni göngu að ég ég ætla að gera þetta allt sjálfur. Og það er gott að hafa góðan vilja og aga og takast á við hluti. En við þurfum líka að læra að hvíla í höndum þess sem allt vald hefur. Og leiður okkur í gegnum lífið og við fáum að sjá ávöxt sem við ekki fengið að upplifa nema í gegnum himneska hönd hans. Og þarna það oft verið mína stæðstu leksjur að treysta konunginum. Þú veist, hann er með allt undir stjórn í dag. Það segir, ok mitt er indalt og byrði mín er létt.
og mitt indælt, sagði Jesú, og byrði mín létt, og ég fór að velta þessu fyrir mér og lærði það meðal annars að þegar gyðingarnir og fólk á þessum tíma var að temja uxan, og Jesús var smiður sennilega, lærði að pappa sínum, og þeir hafa örugglega smíðað svona ok. Hann hefur örugglega smíðað kross líka. En okið, það var þannig gert að stór uxi sem var lærður og kunni hlutina, það var sett á hann okið, svo var yngri taminn við hliðina. Og hann átti að læra að vera undir okið þess sem hann var reyndur. En fyrst til að byrja með, það var svo litli svo æstur, hann kannski hljóp á stað og reyndi allt og mikið á sig og var algjörlega lafmóður. Svo vildi hann drekka vatn, átti ekki að drekka vatn. En þegar hann lærði að vera í takt við þann stóra, undir okið hans, ok mitt indælt og byrði minni létt, þá var lífið allt annað. Bara hann flaut með og lærði að vera undir okið þess sem að kunni hlutina. Hann kann hlutina og þeir eru undir hans oki, hans vernd, hans blessun og stígum inn í þann stað. Þá er svo gott að vera til maður. Vá, það er svo gott að vera til þá, því hann leiður okkur í gegnum lífið. Og þetta lokum, ég þekki ekki þitt líf, ég þekki mitt líf, ég veit ekki hvar þú ert staddur á lífsgöngu þinni. Kannski ert ég ykkur vandræði með samband við maka eða vin, kannski ertu bara á góðum stað í lífinu, kannski ertu á slæmum stað í lífinu. Kannski ertu verið að brölta í einhverju vímuefnum og búin að falla. Ég veit ekki hvar þú ert, staddur eða stödd, en eitt veit ég, alveg sama hvar þú ert stödd eða staddur, það er útrétt hönd frá himnum til að mæta þér og leiða þig inn á þá braut að þú fór að upplifa ávexti himinsins í lífið þínu. Gæskuna, góðvildina, fyrirgefninguna, handleiðsluna og líka það sem skiptir svo miklu máli, það er allir að leita að einhverju mismir í dag, svona tilgangi, það er svona eins og vanti bragð í líf fólks. Bara, gef mér verið tilgang, gef mér tilgang. Við finnum alveg þegar vorið er að koma og grasið er að grænka og það er ákveðin tilgangur, eitthvað að gerast. Og eins er það með lífið okkar að Guð vil gefa okkur bragð himinsins, sem er langt umfram það sem við fáum að upplifa. Öll höfum átt okkar hamingjustundir, rosalega gaman maður, eitthvað gott sem gerðist og við erum glöð og uppörfuð, en þegar við kynnumst himninum og bragðefnum himinsins, þá fylla þau allt annað. Öll okkar vit á þann hátt að gefa lífinu svona, nú skil ég hlutin, hvað mér langar að fylgja Jesú, þetta er það besta sem getur gerst og þetta er það skynsamlegasta sem hægt er að gera. Ég meina, hann tók á sig minn dauða. Sá sem trúar á mig mun lifa þótt hann deyi. Ég á eftir að fara úr þessum líkama, öruggur það að ég er að vera með honum. Og ég vil ganga með honum þangað til. Við skulum öll standa á fætur núna. Og mér langar bara eitt augnablik að við höfum bara smá hljóðastund og bara spurðu sjálfan þig, hvað er það sem að vantar upp á, eða hvað langar mig til, eða ertu með einhverju ósk, er það sjúkdómi sem þú átt að draga, eða hvað er það? Bara skoða það aðeins hjartað þitt. Og Drottinn minn, ég bara bið núna, þú sem ert konungur konungana, Herra himins og jarðar og hefur allt undir stjórn, og þekki hvert einasta hár á höfði okkar, og þekkir okkur betur við sjálf, Drottinn. Og ég held að allir í inni og við öll, Drottinn og ég, við þráum bara að ganga með þér og sjá himinin flæða í gegnum líf okkar til annara, þannig að ríkið þitt megi koma og viljið þinn verða, Drottinn, í líf okkar. Og ég bara bið núna þegar við stígum fram að þú mætir hverri bæn sem er í hjarta allra minna vina og systkina inni. Ég segi bara verði svo í Jesú nafni, megi Guð mæta þér. Og ef þú vilt koma fram núna og þiggja fyrirbæn, þá eru fyrirbiðendur hérna. Ef það er eitthvað svona sérstakt, þú ert ekki alveg að ná því, komdu fram, stígðu þá bara svona trúaskref. Ok, Guð, ég ætla að taka í höndina þína. Það er hann sem gerir kraftaverkið, það er hann sem mætir okkur. Kannski vilt ekki stíga endilega fram, þú bara vilt eiga þetta í þínu lífi og tala við Guð sjálfur, en ef þú vilt fá hjálp, þá erum við það er styrkur í systkinum okkar. Þannig að
Ég ætla að ljúka hérna bara og þakka fyrir mig.